Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4 og næst eru það kartöflur. Og þær eru komnar til mín systur frá Áshóli í Grýtubakkahreppi, Sigríður Valdís og Anna Bára Bergvinsdætur, velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir. Þú ert kartöflubóndi þar, er það ekki? Jú, ég er kartöflubóndi og bý í Áshóli. Já, með eitthvað meira en kartöflur eða? Við erum líka með sauðfé og svo erum við í ferðarþjónustu. Sjálfsögðu. Og þarna ertu með sýnishorn af uppskeru ársins, hún er ennþá dálítið smá, ekki satt? Já, sko þetta eru frá því í fyrra. Já, það eru stórar og flottar. Já, og svo þær að byrja að koma hérna. En smækkið er svo gott. Já, það er alveg. Og er þetta komið í verslanir eitthvað? Nei, þetta er svona vonandi í næstu viku. Það er ekki tilbúnar í dag, en þetta er alltaf að koma. Og svo voruð það að segja mér að það er hægt að renna heima bænum, það er sjálfsafgreiðslukassi, það er hann bara við veginn? Já, hann er bara við veginn. Þar geta bara menn nælt sér í poka þegar kemur uppskera. Og skilið eftir seðla þá væntanlega? Já, afgreitt sér sjálfur. Já. Er komið í kassan eða er það svona bara næstu dögum líka? Nei, það er næsta vika sem við horfum á. Spennandi. Og þú ert ekki lengur kartöflubóndi? Nei, ég hef aldrei verið kartöflubóndi, bara kartöflubóndadóttir. Já, akkurat. En þú átt kannski svolítið heiðurinn að þessum bæklingi, sem er reyndar alls ekki nýr. Nei, hann er 12 ára gamall. Ár kartöflunni, var það þannig? Já, það var þannig. Sameinuðu þjóðirnar tileinkuðu sem sagt kartöflunni árið 2008. Og þá var pabbi formaður í Landssambandi kartöflubænda. Og það var til bara við eldhúsborðið heima einhver tíman. Þeir voru mörglega borða kartöflur. Svo góðir hluti gerast gjarnan. Eitthvað gera sniðugt. Já, þetta er ekkert smá sniðugt. Allt sem þið sjáu hér, ég veit ekki hversu vel áhorfendur sjá á borðið, en þetta er allt með kartöflum og unnið úr kartöflum. Já, ég fór svo sem ég hef alltaf verið svolítið svona nýstafleg með kartöfluna og hef haft gaman að því að reyna svona nýjar uppskriftir og nýta hann ýmislegt. Og maður vissi það að hér áður fyrir var hún nýtt í svo margt. Það var til kartöflu vínabrauð og konur bökuðu svoleiðis. Og þá var svona hugmyndin hjá mér að prófa að gera það líka. Og hún teki hérna bara handahófi, eitthvað gyrnilegt. Þetta er kartöflu pesto. En það er grænt, þannig að eitthvað er með því. Það er basilika og í raun og veru, grunnurinn er kartöflur og olja. Síðan bara setur þú það salat eða hvað græna sem þú vilt með. Og úr verður bara svona pesto. Þannig að kartöflurnar koma í raun svolítið fyrir hnetunar sem eru annars mikið í. Ég sett af þessu örlítið af förunnetu með. Og þetta eru svona þessar 3 uppáhaldsuppskriftir mínar sem eru á borðinu. Það er pestoið og svo ertu hérna með eitthvað í svona tortillabrauð. Já, sko, þarna er kartöflusalat sem að þú ýmist nýtir sem bara salat kalt eða heitt. Er það sama salat og þetta? Já. Ok, þá get ég sett það hérna smá keks bara til að smaka. Já. Það er svolítið stórt þarna. Þarna er ég með örlítið fisk með. En þetta er svona grunnuppskrift sem að þú notar og síðan bætir þú kartöflum út í. Svo getur þú bara sett fisk eða hvað sem er með, eða sleppt honum. Haft þetta bara kartöflusalat. Þetta er bara máltíð. Og þetta er bara bæði gott heitt og kalt. Ég setti inn í þarna eins og sér svona vefjur og setti í grill, þannig að þá er það heitt. Og svo er hinn vefjan bara kalt. Og svo þurfum við að tala þetta sæta. Já, sko, þá er náttúrulega þetta er svona mín uppáhalds. Ég hef bæði verið að gera kartöflukonfekt og kartöfluskyrköku, en þarna er kartöflusúkkulaðikakan og hún er alveg rosalega góð. Þarna smakkar hana bara svona algjörlega eins og hún er í uppskriftinni. Svo sérðu hitt svona búið að setja jarðarberja sultu, ber og alls konar. Já, það er sami grunnur í þessu öllu. Það er búið að fiffa þetta. Já, þetta er rosa gott. Þetta er grunnurinn. Þetta er bara góð bráðnis. Og það sem er líka skemmtilegt við þessa köku og kannski svona þeir sem þekkja mig hlæja stundum því að í gönguferð upp á fjöllum þá gríp ég eitthvað svona og henda á grillið. Þú getur gert þessa súkkulaðiköku og hún er góð í ísskáp í marga daga, alveg viku. Og svo getur þú farið með þetta í útilegu upp á fjöll og bara sett í prímusinn inn smá súkkulaðikaka, haft með þér sko. En hversu mikið hlutfall er kartöflur í þessu? Er þetta í staðinn fyrir hveitialveg? Nei, getur ekki verið, eða hvað? Kartöflurnar jú, það er bara... Alveg í staðinn fyrir hveiti? Í uppskriftina setti ég 3 matskeiðar af hveiti og annars er það bara kartöflurnar. Og líklegast mætti ég jafnvel sleppa hveitinu. En þetta er bara, þú notar bara það lífræna súkkulaði sem þú vilt og síðan er það bara smá, ég setti 3 matskeiðar hveiti og svo er það bara vel af kartöflum en þú tekur kartöflunar, rífur þær á rifjárni, síður þær saman með döðlum, þar farið sætuna og maukar svo. Þannig fer það í deigið. En það er sykur í þessu líka, það ekki? Nei, engin sykur.
bara í súkkulaðinu, skilur Ok. Bara, þess vegna ég með nota 70% súkkulaði mjög mikið, þannig það engin sykur, sko. Hrikalega gott. Og þessi bæklingur, hann geymir öll þessi leyndarmál. Já, þessi bæklingur var hérna á þessu ári, þá var ég svona hálfgerður framkvæmdastjóri yfir ári kartöflunar og var að vekja athygli aðeins á hollustu kartöfluna. Hún var svona allt í einu undir einhverju smálæg. Kolvetnin. Já, það kolvetni sem allir að forðast. En það er alltaf verið að rugla kolvetnunum í kartöflunum því að kolvetni í kartöflunum eru mjög holl. Þau standa lengi með þér og þetta veit íþróttafólk og fólk sem að er í svona svolítið einhverju kraftavinnu og svoleiðis. Þannig að ég fór að stað að reyna að vekja athygli á því að það væri kannski ekki hægt að setja kartöfluna undir þennan hatt sem að oft var settur að þetta væri bara óhollvara út af kolvetni. Kolvetni eru okkur mjög mikilvæg. Þau eru nauðsynleg miðtaugakerfinu, þannig að við þurfum að fá okkur holl kolvetni og það er í kartöflunni. Og hér hefur líka fengið hinn og þess að gefa uppskriftir, eða hvað? Nei, ég gerði sjálf allar uppskriftirnar, en mér langaði til þess að svona poppa upp bæklingin aðeins og fá svona einhverja vini mína til þess að segja eitthvað kartöfluna, hvernig þeir hafa upplifað hann í gegnum árin eða hvernig þeir matríða hana. Þannig að það er það sem að þetta fólk er að gera í bæklingin. Hér er sko gói og hún Solla í grænum kosti, hún er með hún er ekki með þessu skrift. Nei, hún segir eitthvað skemmtilegt kartöfluna. Hennar kannski reynslu af kartöflunni. En ég geri uppskriftirnar. Og er þessi bæklingur fáanlega einhverstaðar heldur? Nei, hann var gefinn út og gefinn þarna. Þetta verkefni var bara náttúrulega styrkta Landssamtök kartöflubænda og Landbúnaðarsjóðinum og fleira. Er þetta nálgast á netinu eða hvað? Sko, ég er að vinna í því að koma honum einhverstað fyrir á netinu núna til að geta kannski auglýst það að sé hægt að nálgast á netinu. Þetta verður allir að prófa. En hvernig lítur uppskeran út heldurðu svona? Ertu náttúrulega búin að kíkja undir og sé hvernig staðan er í dag? Er þetta meðalár? Þetta er náttúrulega mjög mikið undir ágúst komið hvernig þetta endar hjá okkur en svona með við stöðuna núna þá er þetta bara lítur þetta ágætlega út. Svo þurfum við bara að fá góðan ágúst og sleppa við næturfrost, þá verður þetta bara þurfum við rigningu og sól eða aðalega hvað þurfum við aðalega? Við höfum þetta sumari fengið bara fína vætu. Nú viljum við bara fá hlýindi og gott áfram, þá verður þetta bara ágætt. Og hvað er þetta svo mikil törn þegar þið takið þetta upp? Er þetta bara hvist búm bang eða er þið svona taka upp hægt og rólega? Við byrjum yfirleitt mánaðamótin júlí, ágúst og þá erum við að taka upp í ágúst það sem fyrir beint á markað og svo svona í lok ágúst byrjum við að taka upp á hús og erum að því svona undir endan á september. Þá er þetta svona mest komið í hús. Og svona rétt að lokum áður en ég slepp ykkur, þið eruð að útbúa nýjar umbúðir utan kartöflurnar ykkar. Hvað kom til? Við erum að láta útbúa nýjar umbúðir sem í er grænt PE sem er umhverfisvænt efni. Það er unnið úr sykursterkju en ekki jarðefnaolíu og það er bara svona okkar skref í alltaf umhverfisvænni búskaparháttum. En frábært, þeir hafa ekki með það. Verður það næsta uppskera sem kemur í þeim umbúðum? Já, við byrjum með það í nýri uppskera. Takk kærlega fyrir komuna systur og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir.